Og svo ætlar Finnbogi Vikar að setjast inn hjá okkur. Við ætlum ég ætla nú svona aðalega að beina athyglinni að honum í næstu mínúturnar. Vertu velkominn, Finnbogi. Og við ætlum að tala mál sem að koma upp núna í vikunni og má eiginlega segja að hafi einhvern veginn svona verið svo olía á eld. En það var þegar var skýrt frá því í Kastljósi, þegar Helgi Seljan var með frétt það í Kastljósi, að það hefði verið afskrifaðir 2,6 milljarðar af útgerðarfélagi sem heitir Nón. Útgerðarfélagi Nón í eigu Skinney Þinganes sem mjög stöndugt útgerðarfélag á Austurlandi í Hornafirði og hefur að mörgu leyti verið afbragðsfyrirtæki og einhvern veginn á sama tíma og heimilin í þessum vandræðum og smáfyrirtæki og fleiri, þá einhvern veginn virkaði þetta frekar illa. Finnbogi, kom þér þetta á óvart að það veri verið að afskrifa á þetta fyrirtæki? Þetta dótturfélag Skinney Þinganes og eiginlega alfarið í eigu þess félags. Nei, þetta kom engum óvart, af því að þetta félag var orðið það illa skuldsett eftir að vera að kaupa kvóta á alltaf á háu verði, að rauninni gat enginn bjargað þessu fyrirtæki nema Guð sjálfur, af því að það var fallega bjargbrúnni og Guð gat bara bjargaði með því að gefa vangi eða bankinn afskrifa þessar skuldir. En það sem í þessu að þessar skuldir, þær hefðu verið afskrifaðar þrátt fyrir að hrunið komið ekki. Já. Við verum átt okkur á því að sjávarútvegurinn, hann gríðarlega skuldsettur. Hann svo skuldsettur að vaxtabyrðin sjávarútvegs í það dugar til þess að reka Landspítalann og jafnvel fleiri sjúkrahús. Þetta það sem bankarnir að taka út úr sjávarútveginum á kostnað almennings í landinu. Já. Og hvað heldur það þessi mikið sem þurfa að afskrifa eða gefa eftir af þessum skuldum sjávarútvegsins? Það mjög erfitt að segja til það, en ég ger ráð fyrir að geti verið alltaf 40%, jafnvel meira. Bankarnir munu ekki afskrifa neitt meira en þeir eru tilbúnir að gera. Það þeir ætla sér að halda sjávarútveginum í öndunarvél, þannig að allur arðurinn, eins og ég segi, hann fer að mestu til bankann en ekki til almennings í landinu, hinna raunverulega eigendur auðlindarinnar. Þannig að það náttúrulega, þetta vélað inn í þessum blessuðu bönkum okkar. Já, og maður var við það í nefndinni, sáttanefndinni svokölluðu, sem náttúrulega bara sáttanefnd við hagsmunaöflin í landinu, eða semst hagsmunaöfl í sjávarútvegi, LÍÚ og fleiri. Að ég reynda var ekki, þeir voru ekki að tala mikið um bankanir, en ég var við það að það var verið að hafa samband við líkil nefndamenn í þessari nefnd af bönkunum og setja á þrýsting. Þú fullir það, bankarnir hafa sett þrýsting á nefndamenn? Já, maður sér það líka bara í ársskýrslum og skýrslum frá bönkunum að ef fyrningarleiðin farin sem á heimasíðu bankana, að þá myndi það þýða hrikalega hluti fyrir bankana. En ég reyndi að vera að viðurkenna það að ég nú fann að hallast að einni hugmynd ef þetta sá raunveruleiki sem bankarnir ætla að draga upp, að það geti kannski verið bara kostur í stöðinni að ríkið taki yfir kvótann og taki jafnvel yfir þá skuldir út af kvótaköpum, ekki út af hlutabréfaraski. Það geti verið ein hugmynd. Að þessi möguleiki. Já, en við skulum samt átt okkur einu í þessari nefnd sem við sátum í og það sem LÍ og bankarnir komum með ákveðna tilhuga sátt við almenning sem í rauninni ekki sáttaboð, að þá það einfaldlega þannig að alþingismenn ekki bundnir af henni. Þetta er tillagan sátt frá LÍ og bönkunum óbreytt fiskveiðistjórnarkerfi og það engin sátt í því. Til dæmis hefur Guðbjartur Hannesson, formaður nefndarinnar, legið undir gagnrýni sín eigin flokksmanna og fleiri, en við erum átt okkur því að hann var formaður þessar nefndar og hann hafði það hlutverk að finna sátt við hagsmunaaðilana. Guðbjartur, hann gat ekki farið gegn meiri hlutunum og haldið stefnu síns flokks inn í þessari sáttanefnd, af því að þá hann að bregðast hlutverki sínu sem formaður sáttanefndar. Ekki satt? Já, ok. En hins vegar, núna það ljóst að hann og fleiri þingmenn sem voru sem nefnd, þeir þurfa ekki að vera múlbundnir að þessari niðurstöðu. Nei. Af því að þetta bara eins og samkvæmt skoðanakönnunum eitthvað sem almenningur vill ekki. En
En ekki bara, sko, ljóst að þetta eru stjórnarflokkarnir og kannski sérstaklega Samfylkingin komin bara langleiðina með að fara að reyna að svíkja sína kjósendur? Jú, sko, ég skal segja þér það að ég hef dvalið á Bakka fyrir undanfarið og verið að vinna þar með dásamlegu fólki að uppbyggingu fiskvinnslu á staðnum og útgerðar, að það sem ég hef og það sem ég skil núna og veit betur en nokkur sem fyrr er það að það eru mannréttindi fólksins í byggðarlögum víðum land að stunda sjóinn og fá rétt á því að sækja sjóinn, að nýta aðallega fiskimið. Það eru rauninni sko frumbyggjaréttur byggðarlaga að gera. En í óbreyttu kerfi þá er traðkað á þessum mannréttindum gróflega. Og svo er komin upp svo staða að ef við höldum við þessu kerfi okkar, þessu óbreyttu kvótakerfi, að þá sjáum við eins og með þessar afskriftir hjá Skinnið Þinganes að það þrífst inn í mismunun og spilling. Ergo, viðskipta og samkeppnisumhverfi í sjávarútvegi er í molum. Það er verið að taka fyrirtæki svo Festi, það er verið að taka það að lífi í Hafnarfirði á meðan Nóna EHF í eigu Skinnið Þinganes fær afskriftir upp á 2600 milljónir. Ég hef ekki reiknað út hvað það er mikið á meðal fjölskyldu á Höfn í Hornafirði. En það lítur að mjög skrítið og súrrealist ástand sem skapast í bæjarfélögum það sem er verið að afskrifa hjá þeim sem skulda nógu mikið. Það sem bankarnir eru að senda út til almennings og ekki bara almennings, heldur þeirra sem starfa í sjávarútvegi, eigenda fyrirtækja þar. Þið eru fífl ef þið skuldsýti ykkur ekki upp í rjáur og þeir eru fífl að reyna að reka eitthvað fyrirtæki með heilbrigða skynsemi að leiðarljósi í fjárfestingu. Þetta skaðar alveg gríðarlega allt umhverfi og því miður virðist það vera þannig að við ætlum að hugsanlega að lendi í þeirri krísu að festa þetta kerfi í sessi til næstu 20 ára. Líka, ég verða að koma með eitt punkt að það sem ég lærði í þessari sáttanefnd með hagsmunaálum að það þýðir ekki að reyna að semja við kvalara sinn. LÍ og bankarnir hafa búið fram þessa sátt sem er í algjör andstöðu við almenning í landinu. Það sem stjórnvöld þurfa að gera og alþingismenn alþingi, þeir þurfa að fara að hætta að reyna að semja við þá aðila sem kom okkur í þessa stöðu og þeir eru að fara að berjast við þá fá þeir almenning með sér. En af hverju fær þetta félag afskriftir svona? Þú verður að spyrja bankana því, Landsbankann. Já. En mér skilst að þarna hafi samkvæmt Kastljósinu verið á ferðinni þessi 110% regla en ég bara verða að viðurkenna ég skil ekki sjálfur af hverju þetta gerist og aðrir eru teknir af lífi. Það er einmitt sko það sem þetta kerfi býður upp á. Sjávarútvegurinn er í öndunarvél bankana. En það mun þurfa stórfelldar afskriftir. Já. Og það munu koma fyrir að síðan. Og það eru rosalegi peningar sem eru að fara út úr þessu í vexti. Já, alveg gríðarlega. Sjáðu til, ef við heldur þessu kerfi, að þá er það viðhalda rétti útgerðarmanna til þess að selja sig út á kerfinu og þar með að skuldsetja alltaf greinina. Greinin verður alltaf skuldsett. Og með því að bankarnir láni eins mikið eins og mögulegt er, þó þið farið yfir strikið, þá verður það bara afskriða, þá passaðu sig á því að taka alltaf til sín arðinn í formi vaxtagreiðslna og svo fer arðurinn til þeirra sem selja svo úr greini. Stór hluti af þessum skuldum eru fjármunir sem fóru út úr greininni, það var ekki verið að kaupa ný skip eða endurnýja tækin. En þetta er svo merkilegt sko hvað bankarnir eru ennþá í opbúslegu líkil hlutverki allstaðar miðlægt í þessu samfélagi. Það er alveg sama hvað þú kemur að það er ennþá bankarnir sem er að ráða ferðinni. Sama flokkið. Hvað hefur breyst eftir hrun á Íslandi? Við verðum að slíta þessu Benedikt, Einar, Sólveig, Finnbogi, takk fyrir að koma í þátt.